hlustendur góðir, við erum stödd núna heima hjá Fiskikonginum. Hann ætlar að elda fyrir okkur humar í þetta sinn. Það verður spennandi að sjá hvað hann gerir. Munið ekki eftir auglýsingunum. Humar, Fiskikongurinn. Á vel við. Já, vel við. Já, það sem ég langast að sýna ykkur hvað er rosalega auðvelt að elda humar. Fer út í búð, þetta er selt frosið. Af því að annars verður hann með svartur en að geymist í súrefni. Og það sem maður gerir, maður tekur bara humarinn og tekið hann bara frosið bara beint úr búðinni, kalt vatn og kalda vatn er cirka svona 10 gráður. Þannig að humarinn er mjög fljótur að þiðna. Og það læt bara renna kalt vatn á hann. Það er gott að vinna hann svona hálffrosinn. Það er gott að vinna hann hálffrosinn. Það sem gerist með humarinn ef hann sé lengi í súrefni, þá verður hann svartur. Þannig að þá ekki að græja humarinn mörgum dögum áður eða eitthvað. Það er langt best bara að gera það saman dag. Þannig að ef þú sért með matarból klukkan 7 kvöldið, þá er bara fínt að græja hann bara í hádeginu 2-3 leytið. Það sem við gerum með humarinn, ég hef með svona lítil skeggskæri eða svona stór. Og mér finnst þetta betra að taka hann með þessum hérna, þá klippi ég hann bara upp í hann hérna. Og ég er einnóta hönsku þegar hann stingur stundum humarinn. Síðan opna ég hann og þá sjáum við hérna gönnina sem kemur úr, þá fjallaði við hana. Síðan setja ég hann hérna og þerra hann. Og svona gerir ég þetta bara með alla halana. Já, ég elda humarinn alltaf í skelinni. Já. Af því að skelin gefur svo mikið bragð. Já. Og síðan borðar maður þetta alltaf bara með puttunum. Það er ekkert hníf og gaffal og sleiki puttana og það finnst mér svona best. Og humar er svona uppáhaldsmaturinn minn. Hann er nú rosalega vinsæll. Já. Kostar svolítið af peningum. Já, og þú þarft ekkert alltaf að vera með dýrasta og flottasta humarinn. Nei. Það getur alveg verið með humar sem er lítill, hann er ódýrari. Já. Og þú veist, hann er ekkert verra á bragðið. Stundum er hann betri eftir þess að smarri, þá er hann bara sætari. Já. Hann þarf ekki alltaf að vera með eitthvað svakalega stóra humra. Ég er reyndar með stóra hérna. Já, en segjum svo að þetta sé, forréttur, hvað gefur margar svona stóra? Sko, ég segi að það sé nóg að hafa svona 3 humara, 2-3 ef maður sé með svona stóra humara. Í forrétt. Í forrétt. Já. En Íslendingar, þeir segja að þeir sem ég er að selja vilja hafa 4. Mér finnst það persónulega mikið. Já. En af því að forréttur er náttúrulega bara smakk. Já. En ef maður sé með aðalrétt, þá er humarinn 500 grömm á mann. 500 grömm á mann? Já, af því að þegar maður er að borða humar, þá borðar maður ekkert með þessu. Þú hefur salat með, en þetta er svo gott að maður snertir varla salati. Já. Og síðan bara hvítlauksbrauð. Já. Þannig að og helmingurinn af humri er skel, þannig að þú ert kannski með 250-300 grömm af kjöti. Já. Og það er alveg það sem maður þarf. Og ef maður sé með eitthvað rosa gott í matinn eins og humar er, þá borðar maður alltaf meira. Alltaf meira? Ha. Já. Sko þetta er eina aðferðin sem ég geri. Það er, ég klippta hann og hreinsa innan úr honum. Og síðan í hina aðferðin, þá er ég með beita sveðju. Það er svona stóran eldhúshníf. Og til þess að fólk vita, þá leggjum við svona hnífa á fyrir fólk. Við erum alltaf með svona brýni niður í fiskbúð, sko. Já. Og þá klífi ég hann svona í tvennt og hreinsa inn með rennandi vatni. Og hérna nota ég litlu skerin eða hnífsoti eða eitthvað. Mér er gott að nota þessi skeri. Svona lítill. Það er svo góða nót framan á ef maður þarf að ná innan úr. Þetta er náttúrulega algjört must að taka kvöldin úr. Já. En getur maður líka að tekið humarinn hérna, klippt hann svona og opna skilina og tekið innan úr gallröndina og losa hann alveg innan úr skilinni. Og láta hann liggja svona? Já, láta hann liggja ofan á. Þetta hefur maður oft séð líka. Já, þetta er rosalega algengt svona á veitingahúsum, þá er maður með þetta svona. Þá er þetta að setja alls konar fyllingar hérna í þetta. Já, kryddsmjör og alls konar. Hvítlauk og brauðrasp og allavega. Já, og bakett í ofni. Já.
Og það náttúrulega rosa gott líka þegar maður með matarboð, þetta flott. Þetta flott, á diski. Já, hann brennur aðeins sumarinn þegar maður grillar hann. Já. Og það svaka gyrnilegt og síðan þetta borða þetta með hníf og gaffli sko. En ég borða alltaf humma með puttunum. Þannig að hérna erum við komin með sko, þetta ein aðferðin, svona lúxusaðferðin. Þetta svona nota ég til þess að pönnusteikja. Og þá auðvelt að taka úr og þennan set ég svona þriðja aðferðin. Þetta nota ég svona inn í ofn. Svo fjórða aðferðin bara alveg skelflettur. Já, síðan fjórða aðferðin alveg skelflettur. Og þá getur maður tekið hann sko, brýtur maður svona á honum og heldur hérna aftast. Þá kemur gagnröndin með. Á að gera það? Á að gera það, en hann kannski aðeins frosinn þessi. Þú sér hún koma með hérna. Kemur með. Maður getur náttúrulega klift hann, en þá fær maður sem sagt... Nei, bara það eiginlega að gera svona. Já. Ég sé að þú hefur gert þetta áður, þetta alveg hárrétt hjá þér. Já. Þú hefur örugglega tekið nokkra humma það, er það ekki? Já. En þetta alveg bara misjafnt hvernig menn gera þetta og ég nota eiginlega bara sömu aðferðir og þú, þannig að þetta mjög... Og hérna maður bara komið í kjötið. Þetta náttúrulega alveg hrikalega gott pönnusteikt á pönnu í súpur náttúrulega. Súpurnar, maður tími reyndar ekki að hafa svona stóra humar í súpur. Nei. Þetta á dýrt í súpur finnst mér. En núna erum við að fara að taka sem sagt hvítlauks ristaðan humar með chili og hvað eru fleiri? Chili og hvítlauk og steinselju. Steinselju og hann svona pannusteiktur á pönnu. Já, en svona aðalatri í þessu sem sagt hvítlauksmjörið. Yes. Og ég laga það alltaf sjálfur sko. Já, það sjá það. Þannig ég set sem sagt 500 g af smjöri. Það byrja nú oft bara að setja hvítlaukinn hérna. Aðeins að múla hann svona. Já, og set síðan chili, heilan chili. En tek heilan svona, já. Já, heilan chili. Já. En tek kjarnan úr. Tek fræin úr. Já, fræin úr. Þau eru svo rosa sterk maður. Já, þannig að þetta verður ekki of sterkt. Og síðan þarf ég að klippa niður stönglana því að vélinn tekur ekki alveg. Ég klippi alltaf hérna onni. Smjörið þarf að vera svona stofuhiti. Já, búið að taka smjörið út í stofuhita, annars er ekki hægt að hræra það saman. Og maður nota bara puttana þegar maður er svona heima á sér sko. Það sitt í svona góða lúku af salti og síðan er ég með paprikuduft. Já, svona reykt paprikuduft. Já. Það sitt bara pínlítið af því. Þetta er eitthvað sem þú ert búinn að þróa? Þetta er alveg allt þróað maður. En þér finnst gott að setja svona chili í þetta líka? Já, mér finnst gott að hafa svona chili. Það er svona aðeins rífur í. Hvítlaukurinn og chili rífur hans í, steinseljan. Þannig að þetta er alveg súper gott. Súper gott. Og hérna er komið töframeðali á allt saman. Hvítlaukssmjöri. Svo hérna set ég, eins og ég gerir þetta, að þá set ég olíu á pönnuna og pínlítið af smjörinu líka. Ef maður hefur bara sem sagt smjörið, þá á það til að brenna. Já, sem ég gerir með humarinn, ég tek hérna klippta humar og set sem sagt kjötið niður á pönnuna. Ég steiki það ekkert rosalega lengi. Það er alltaf að borða humar þótt hann sé aðeins hráður. Hann verður alltaf nógu steiktur sko. Svona. Þetta er bara orðið gott hérna. Það er alltaf að snúa við, ég gerir þetta öðruvísi. Ég tek hann bara frá. Og síðan bý ég til sósu. Það er rjómi. Það er rjómi. Ég set aðeins minna rjóma þegar við erum ekki að steikja svo mikið humar, bara rétt að sýna ykkur. Já. Þetta er svona bara fyrir tvo eitthvað svoleiðis. Já, fyrir tvo. Og svo áhorfendur góðir, við munum eftir því að það kom alltaf uppskriftir á panoramaice.is og þá er hægt að nálgast þessar uppskriftir. Svo ertu með konjak. Sér setjum við náttúrulega alltaf konjak sko, það er bara nauðsynlegt sko. Já. Konjak. Og smá á tómatpúri, það má ekki vera á mikið. Þá fær maður hérna lit. Humarlit. Humarlit. Og ég er svo mikið sælker að ég set alltaf meira smjör. Það sagði mér einn góður vinur minn sem var að vinna á veitingahúsi að
bestu sósuna að vera 30% smjör. Er eitthvað til í því? Já, menn gera þetta ofta, setja svona eftir, það er til alls konar útgáfur af því. Það má ekki sjóða eftir að smjörið kemur úr, þá skilur hún sig. Síðan er náttúrulega aðalatriðið. Aðalatriðið. Það er steinseljan. Já. Ég set alveg, þegar ég er að elda fyrir 4 setja alveg heilt bunta steinselju. Það er ekkert. Og hún er alveg rosalega holl. Já, ég set þetta bara úti hér. Já. Ég finnst þetta skipta miklu máli. Já, steinseljan gefur alveg svaka gott bragð, sko. Og síðan hérna, þetta er komið svona, þá blanda ég, því ég steikti hann svo lítið, þá blanda ég humurunum hérna út í restina og læta hann aðeins smalla hérna, þannig að sósan og það fer í humarinn. Slekk bara hérna undir. Flott. Já, og síðan setjum ég þetta bara hérna. Smá steinselju ofan á líka hérna. Já, næsti réttur sem við ætlum að gera fyrir ykkur, það er sem sagt grillaður humar eða obbakaður. Það er hægt að gera þetta út í grilli eða í ofni. Já, ég nota alltaf sem sagt grillið inni eða steiki á pönnu til þess að fá soð og kraftið. Mér finnst ef maður segja grilla, þá finnst mér oft ekki fá eins gott bragð af humurinn, en þetta er svona bara smekksatriði. Það sem ég geri það er að ég er með hvítlauksmjörið og ég er með humarinn sem ég var búinn að klippa svona flott á hann að hreinsa. Ég fer inn út á hanska því það er svo rosalega mikið hvítlaukslykt af smjörinu og ef maður sé að klappa konuna eftir þá vill hún kannski ekki fá mann og það er að passa sig, sko. Þannig ég maka svona cirka 1 teskið af inni. Já. Maka cirka teskið og raða hann bara svona á fat. Og nú erum við búin að maka hérna fullt af smjöri á humarinn og þetta setjum við bara inn í ofn á 200 gráður á grill. Á grill. Þannig að ég vil hafa svona aðeins brennt ofan á. Já. Og það er fyrir þá sem að svona vilja og það væri hægt að setja svona smá rjóma hérna í sósu, þá kæmi sósa af smjörinu það sem maður getur nota hvítlauksbrauð eða ferskt bakvett og sett í. Það er alltaf, já. Svona, nú fer hann bara að grilla. Nú fer það bara að grilla. Nú bara bíðið nokkra mínútur og fylgjast með því. Já. Passa að eldist ekki of mikið. Æjá, humarinn klár maður. Já, nú er það svakalega flott. Sérðu, hvað þetta er fallegt. Þú veist, þetta er ekki búið að vera lengi inni. Hvað, 2 mínútur? Nú er 3-4 mínútur og góðum hita. Aðeins byrja að taka sig, voru brún skelin hérna og kjötið. Þetta er stillt og flott maður. Passlega elda, þetta má ekki vera of mikið elda, það er betra að hafa aðeins minna. Þegar maður heldur að fiskurinn sé tilbúinn, þá er hann löngu tilbúinn. Það er þannig. Já, ég hef heyrt þetta trix. Og þetta er maður með, sko, með þessu ber ég bara fram sem sagt hvítlauksbrauð, ferskt salat, fetaost, tómata og síðan maður bara með hérna. Svo getur náttúrulega fólkið hérna sett sínar útgáfur af salátunum, alls konar fyrir. Já, alls konar, sko. Þú setur meira út í þetta þegar þú ert með þínar veislur. Já. En þetta er svona spesial, Kristján spesial. Já. Og svona 5 góðir halar, það er svona allt í lagi á mann. Í hvað, aðalrétt? Aðalrétt, sko. Já. Og síðan er alltaf gott að eiga svona 3 ekstra fyrir þessa svöngu. Svöngu sem okkur alltaf. Maður borðar alveg 8 hala. Já. En þetta er fínt svona að byrja á 5 hölum. Já, þetta er flott bara sem aðalrétt. Og aðeins minna 2-3 sem forréttur. Sem forréttur. Já. Eigum við að skoða hennar hérna líka? Já. Sérðu, þetta er hérna komið á disk líka. Já. Og þá erum við bara með sama meðlæti. Bara pönnustektan humar með mikið af sósu og hvítlauksbrauð og ferskt salat. Og þetta er alveg sjúklega gott. Sjúklega gott. Já. Sjúklega gott, segir fiskikóngurinn. Nú erum við búin að elda humar heima hjá honum maður og áhorfendur góðir minni á Panorama Ice. Hann ætlar að gefa okkur uppskriftir að þessu og hérna vonandi að þið hafa haft bara gagn og gaman og þakka þið fyrir. Já, takk sömuleiðis.